Þakka þér kærlega fyrir þetta, Anna Hulda, fróðlegt og flott. Nú bara spurning með það hafa þetta bara á sjá. Svona. Heyrðu, Almar Blær Sigurjónsson, leikari, nefnir sitt erindi íslenska að atvinnu og hvernig stóra upplestarkeppnin hjálpaði mér að verða leikari. Gjörðu svo vel, Almar Blær. Takk fyrir það. Forseti Íslands, blessaður ágæta samkoma. Ég var ekki sérstaklega hár í loftinu þegar við settumst saman, bekkurinn, á bókasafni Reyðarfjarðar til þess að undirbúa okkur undir stóru upplestarkeppnina. Ég var satt að segja heldur ekkert sérstaklega spenntur. Í fullri hreinskilni þá var ég bara virkilega stressaður. Það er erfitt að vera 12 ára, nánast í hvaða kringumstæðum sem er, og tilhugsunin að standa frammi fyrir bekkjarfélögunum, strákum og stelpum og lesa ljóð var eitthvað sem vakti með mér töluverðan ótta. Þetta verður hallærislegt. Það er bara gamalt fólk sem fílar ljóð. Ég mun ekki skilja orðin, ég verð rauður í framan, hún mun missa allt álit á mér og svo framvegis. En þennan tiltekna dag fannst mér það ákveðin bölvun að vera fremstur í stafrófinu. Óstyrkum fótum kjagaði ég upp að ræðupúltinu og var rétt nægilega hár í loftinu til þess að standa með höfuðið upp úr því. Þangað kominn horfði ég niður á blaðið og fann þar eitt af hinum dásamlega hnyttnu og sniðugu ljóðum Þórarins Eldjárs. Ég gref djúpt í verund mína til að finna kjarkinn. Stekk fram af bjarginu og flytt ljóðið. Ekki með neinum sérstökum glæsibrag, en nægilega samferðandi til að uppskera lófaklapp bekkjarsystkina minna og góðlátlegt bros kennarans. Ljóðið sigraði mig ekki. Heldur kom ég á það böndum og varð sjálfur ofan á í þessari glímu. Og það var þannig sem stærsti sigurinn var unnin. Heimur upplestararins, ljóðsins, ræðumennskunnar, mælskulistarinnar, heimur hins mælta orðs hafði opnast fyrir þessum 12 ára reiðfirðingi sem svo vildi til að faldi þann draum í brjósti að verða einhvern tímann maður orðsins, verða leikari og beita þannig íslenskunni sem sínum bursta í listsköpun. Ég setti þessa upplifun ekki svo stórt samhengi þennan fallega haustdag á bókasafninu, en í dag get ég horft tilbaka og sagt að stóra upplestarkeppnin átti stóran þátt í því að beina mér á þá braut sem ég hef síðan fetað að því að verða atvinnuleikari. Að barn á þessum aldri fái tækifæri til að standa svona með sjálfur sér og flytja texta fyrir fullum sal af fólki er ótrúlega hollt fyrir hvert sem er og gagnast öllum, hvað sem viðkomandi dreymir síðan að gera við líf sitt í framtíðinni. Stóra upplestarkeppnin bætir sjálfstraust, framkomu, lesskilning og listfengi og því get ég með sanni sagt að þessi örlagaríka kennslustund sem við áttum saman bekkurinn hafi í framhaldi reynst hverjum nemanda sem þar var viðstaddur guðsgjöf þegar framliðu stundir. Sama hversu vel ljóðið var flutt eða hvort viðkomandi hélt svo áfram í keppnina sjálfa. Það að mæta sjálfum sér og komast lifandi frá því er alltaf af hinu góða. Á seinni árum hef ég síðan fengið tækifæri til að dæma á úrslitakvöldum keppninnar, bæði heima á Austurlandi og svo í Hafnarfirði og sé þar börn stíga á svið, full útgeislunar, búin að ganga í gegnum ferlið yfir heilan vetur eins og ég gerði og njóta nú ávaxta þess. Svo pottþétt og flott í pontunni, búin að sigrast á óttanum og baða sig nú í nýfundnu sjálfsöryggi og eru leið stöðug og kærkomin áminning að framtíðin sé í góðum höndum. Í gegnum menntaskólan gagnaðist þessi reynsla mér gífurlega vel. Ég var ötull þáttakandi í Morfís,
mælsku og ræðukeppni menntaskólana og ég man þegar ég mætti á fyrsta fund málfundafélagsins, þá orðin 16 ára og sjálfstraustið nú snúist heilan hring frá því sem það var í 7. bekk. En þjálfarinn spurði hópinn hversu margir hefðu keppt í stóru upplestarkeppninni og hvernig hefði gengið. Og það fóru allar hendur á loft að sjálfsögðu og í loka liðinu sem svo keppti í keppninni held ég að við höfum öll verið verðlaunahafar í keppninni. Auk þess að taka þátt í Morfís hélt ég svo utanum og sinnti leiklistastarfi menntaskólans alla mína skólavist og sá veislustjórn við hin ýmsu tækifæri, hélt ræðu við útskriftarattöfn mína, flutti auðvitað kynningar og fyrirlestra í námi og við öll þessi tilefni hef ég getað litið tilbaka og þakkað fyrir að hafa tekið þátt í keppninni. Því það hreint og klárt að þar hvílir sá grunnur sem ég byggi færni mína í framkomu á og kemur sér alltaf vel ef tennurnar vilja fara að glamra, skankarnir að skjálfa og hjartað að taka á stað. Að menntaskóla loknum sótti ég svo nám á Leikarabraut Listaháskóla Íslands, þaðan sem ég lauk námi vorið 2021 og hef síðan starfað sem leikari við Þjóðleikhús Íslendinga. Sem leikari vinnutæki mitt auðvitað líkaminn, röddin, tilfinningarnar, en fyrst og fremst mitt verkfæri íslenska. Ég starfa við það að flytja texta á íslensku fyrir fullan sal af fólki og hugrenningatengslin við unga drenginn sem stóð frammi fyrir fullu samkomuhúsi á Neskaupstað 2008 eru óhjákvæmileg. Prúðbúinn með vaskreitt hár og sveittar hendur, tilbúinn að flytja ljóð og texta beint frá hjartanu. Því það málið. Þó að ég sem leikari flytji texta sem önnur persóna á sviðinu, þá það grundvallarforsenda að skilningur minn á textanum sé það djúpstæður að ég geti flutt hann án eiginlegra leikrænna tilburða og láti orðin berast beint frá hjartanu. Sama á við ljóðið. Til þess að flutningur ljóðs eða texta verði eðlilegur og ljúfur á að hlýða, þá verður flytjandinn að vita erindi ljóðsins við sjálfan sig og áheyrendur. Leið og sáskilningur til staðar, fer lesandinn óhjákvæmilega að setja sjálfan sig í samhengi við ljóðið og skilja það á öðru plani hjartans fremur en hugans. Og þetta ferli nauðsynlegt í allri minni vinnu sem leikari. Rætur nútíma leiklistar auðveldlega hægt að rekja til meistara Shakespeare sem orti sín leikrit meir og minni bundnu máli. Og förum við enn lengra aftur finnum við þar forn-Grikki og þeirra harmleiki, þar sem bundið mál, rytmi og hljómfall var notað til þess að koma til skila óhugsanlegri skelfingu, nístandi angist eða ást sem flýgur í gegnum tíma og rúm. Leikarar dagsins í dag fá reglulega það tækifæri að spreyta sig á meistaraverkum fortíðarinnar, þar sem erfiðara getur reynst að sækja skilningin á textanum en í hefðbundnari leikritum samtímans. Og verður leikarinn því að búa yfir skilningi á ljóðinu og gangverki þess til að honum eða henni sé mögulegt að koma textanum og meiningunni til skila. Það að þekkja ljóðið og greiningu þess hefur því ljáð mér að njóta vinnu minnar við klassísk verk sem leikari og veitt mér unun við að kafa ofan í leikrit liðinna alda. Því, eins og ég hef áður komið inn á hér, tel ég að lærdómurinn sem ég, ungur og taugatrektur, dró úr stóru upplestrarkeppninni í gamla daga, sé í sannleika veigamikill þáttur í því að ég ákvað að feta þá braut sem ég hef fetað. Og þar var fræjum sáð sem ég nýt ríkulegra ávaxta í dag. Hjartans takk fyrir mig.